almennilegu stóll sem hæfir ævintýra manneskju sem hentar einmitt einstaklega vel við kaflann sem við ætlum að lesa núna. Við ætlum að hlusta á Hafdísi. Þú bendir á Hafdísi. Hvert vilt þú fara? Spyrðu. Hvað viltu gera? Hafdís brosir og arkar til þín. Sæþór kvikmyndagerðarmaður, segir hún spennt. Prófessor Alda sjávarlíffræðingur en ég, og hún sveiflar einhverju löngu, mjóu og upprúluðu, ævintýramanneskja. Ég leita uppi ævintýri og þú beygir þig til að fá ekki það sem Hafdís heldur á í höfuðið leið og hún klárar snúningin. Hafdís skellir því á gólfið og breiðir úr því. Þú hefur hort á nógu margar bíómyndir og lesið nógu margar ævintýrabækur til að vita hvað þetta er. Kort. Kortið veðrað og illa farið og greinilega langt síðan það var teiknað. Það sýnir heiminn allan og á því miðju, í Atlantshafinu sjálfu, hefur verið teiknað stórt X. Þú sest á gólfið við hliðin á kortinu. Þarna, segir Hafdís og bendir titrandi fingri á X-ið. Þarna, apar þú upp eftir henni. Fjársjóður, hvíslar hún, verðmætari en nokkuð annað, á svo miklu dýpi að það ekki möguleiki að komast að honum nema á kafbáti. Hún opnar faðminn, við værum bjánar að nýta ekki þetta ótrúlega tækifæri. Það nú eða aldrei, koma svo! Hún horfir djúpt í augun á þér og í eitt andartak sérðu glitta í eitthvað framandi í fasi hennar. Eitthvað sem ekki jafn sjálfsörugt og gott með sig og plássfrekt og Hafdísin sem þú hefur kynnst hingað til. En svo hverfur það, eins og dögg fyrir sólu. Hún glottir og aftur orðin sjálfri sér lík. Þú brosir. Spennandi, segirðu loks. Hún kinkar kolli. Ef þú bara vissir, hvíslar hún. Gæsahúð læðist líkamann. Svo lítur hún sigri hrósandi á Sæþór og prófessor Öldu sem standa full eftirvæntingar skammt frá ykkur. Næsti, tilkynnir Hafdís. Hún búin.